spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 13. maí og FM 95 blöður hafið göngu sína í beinni útsendingu úr Laugardalshöll. Til fyrsta sinn sem við erum hér, ég ofpeppaður. Ég bara að verða hálfveikur. Ég svona líður eins og þegar ég var svona 7-8 ára og vissi ég var á leiðin í bíó. Og þá ofpeppaðist ég oft. Þetta svo krakki á jólunum. Já, ég veit ekki hvað í gangi, en ég ætla að byrja því að tala við fyrirlega þáttarinn sem á afmæli í dag. Það ekki bara 10 ára afmæli FM 95 blöð, heldur á Egill afmæli til hamingju með daginn fyrirliði. Thank you man, thank you Blondell. Haldi degi, þú ert afmæli í dag. Já, ég 10 ára og 42 at the same time. Þetta 52 ára afmæli mitt. Já. Ég 52 í ár. Sko það er sagt upp á þessari dagsningu. Varstu með þetta í huga, er þetta tilviljun? Nei, sko við vorum með 14. maí. Já. Síðan kom einhverju partigrínar og senda á okkur. Þið vita að Eurovision 14. Og þá vissum við ekki eins og það væri kosningar. Þá höfðum við ekki hugmynd að Eurovision væri þá. Og kosningar. Þannig að þá tókum við spjallfélagarnir og við ekki að hafa þetta 13. Við erum ekki verið samkeppni við Eurovision, sko. Nei, og ég á afmæli 13. maí. Já. Það bara staðan. Það bara staðan. Og staðan þannig að, sko, það Ég var að hugsa þetta. Þetta ekki á 10 árum og ekki bara á 10 árum, þetta ekki bara eitt stærsti dagurinn á ferlinum hjá mann? Þetta eitt það eru 5.000 manns að koma inn í kvöld á 10 ára afmæli FM 95 blöð. Það erfitt að toppa þetta. Við erum í höllinu núna, við erum í beinni útsendingu frá höllinu. Það náttúrulega ekki búið að opna hingað inn og það er búið að opna í Andirið. Það opnar inn í höllina sjálf klukkan 5 og svo byrja dagskráin klukkan 6. Það sko málið, það er fólk, veit það hljómar weird. Það er fólk mætt. Það er fólk fyrir utan núna. Já. Og það er málega, ég kann að meta þannig. Þetta eru að metnaður, sko. En ég meina flestir Búrtblöð var í mættu núna, ég get alveg staðfest. Ég veit að allir sem eru að mæta og eftir að hlusta núna. Já. Og nú ég með athygli hjá öllum sem eiga með það. Það er að segja bara, þið viljið ekki missa af King Rich sem að byrja 18:00 og I'm his biggest fan. Þetta ekki festival late concept. Þú mætir á hárréttum tíma. Já, þetta þannig. Þú basically bara, þú átt að taka restir af þessu þætti bara í leigubílum, sko. Já, og bara beint á gólfin. Já, fólk byrjaði að hátin, hörru. Ég elska líka á listeners. Já, margir að senda. Það bara að dæla á mig ykkur skilaböðum lið sem mætti steik og raukt í hátin og fór í spaið og... Við vorum ekkert óöfnið með veður í dag. Besta veðrið á árinu. Hellingur að liði sem fór bara inn á tix.is þegar að sá sólina og kefti miðan, sko. Já, þetta bara... Thank you, Jay-Z. Við erum trúaði menni. Getur þakkað mig uppi. Sem betur fer, þetta mér og blöð að þakka með veðrið, sko. Því að Steindi hatar náttúrulega Jay-Z alveg á lífinu, sko. Það gerir ekki. Ég og blöð erum harðir. Þú mátt eiginlega þakka okkur fyrir þetta. Jay-Z mennina, hann skildi hendi svona veður fyrir okkur. Nú mátt þú segja takk, Steindór. Bara takk. Slakkaðu á. Viltu rigningu í dag? Pönnugu, það sólúti. Hætti að kalla mig Jay-Z hater. Ég var eitthvað að horfa á einhverja heimildaþætti Jay-Z? Já, einhver trúasöfnuð í Tennessee einhverja konu, þetta er basically bara kvöld. Það er ruggla þetta dæmi, sko. Það er náttúrulega að fara overboard í þessu eins og öllu öðru. Já. Í Jay-Z, ég trú ekki að fólk bara allt í hófi, ekki talað það? Jú, hvort sem að það er trú eða áfengi. Já, eitthvað fleira sem hafa verið í hófi. Já, reykingar. Já, allt þetta. Og bara, það er þetta að tellja upp allt í rauninni. Já, herðu, bassjöndarinn, hann lentur á klaganum, þannig að hann ekki að fara að svíkja okkur. The man who hunts the bass. Hann að vera að pikka hann upp á Jaguar. Við latum ekki, það var ef þú myndir pikka hann upp á, sko, á Yaris. Skilja, það sem að mútkillir, skilja, hann lappar út og það pikka hann upp á Jaguar. Hann pikka hann upp á Jaguar. Í hvernig gír var hann? Hann hefur bara aldrei verið betri, hann fekk sér aðeins í vélinni og hann komin í gang, sko. Það mætir ekki þunglindur, ég lofaði því, sko. Fekk hann sér aðeins í vélinni? Já, ég minna, þú veit. Bara í stemning, hann er stemningsmaður, sko, en eins og þú, nema hann heldur með Tottenham. Það er eini munur, þau eru alveg eins. Hann er gamer? Já, hann er gamer. Ég sagði hann alveg eins og þú, nema þú heldur með Newcastle og hann heldur með Tottenham. Það er rosalegt, þeir stofið, ég verði eiginlega að segja ykkur eitt, sko, ég er búin að bíða spenntur eftir að segja ykkur þetta. Ég lendi í rosalegu dæmi núna í fyrrinótt. Fyrrinótt? Já. Sko ég eiginlega ekkert búin að sofa nú vel af spennu. Nei. Eru þið búin að lendi í því? Bara vera ég var vakandi í 4 nótt, sko. Já, það var sama ég. Og maður var bara svona, þú veist, maður er með helling af stöffi sem maður er að gera. En það ég veit ekki hvort að hlustendur geti tengt við þetta og eða þið strákar. En þegar það safnast upp og þú átt eftir að gera rosalega mikið, þá næri maður ekki að gera neitt. Þá lappa maður bara og maður er svo ok í stæðin fyrir að lappa á listan í róleitum. Þá er maður svona... Ég náður reyndar að klára allt í dag sem ég ætla að klára. Já, ég gerði það nú líka. En drengir, ég verð að segja ykkur frá þessu.
Nei, ætlum að hafa Mötley Crüe undir í allan dag eða? Já, við höfum alltaf haft það lágt Ok, undir, það bara- má kannski lækka þess að Pétur okkar besti Þetta maður. er bara stemning. Pétur myndi drepa það lækka aðeins eða? Nei, erum við ekki í gýr hérna, drengir? Já, sko, Pétur, Hvernig ertu að láta lækka ég er Mötley Crüe? Ég er harðast til Píru Vel mjölnum að þessu finnur á landinu Já, en Mötley Crüe. Það var bara heldur harðast, hátt sko. Takk það er headphone, þú ert aldrei með Ég er headphone. 52 ára í dag sko, þetta er allt og hátt sko. Á ég að segja það samt eitt fyndi. Ég hef aldrei séð þið með headphone í stúdíónu, en bara svo vitir það, þá er lægið alltaf undir. Er það alltaf þegar við erum- Já. Ég er aldrei með headphone, ég læði alltaf undir í fyrstu ykkur Hvað er Já, ég headphone? segir eitt annað. ok. Það segir eitt annað. Já. Við heyrum ekki eins og í hver öðrum í þessum headphone. Þetta er bara svona eins og að vera Nei, með einhverja eyrna. málega, mér líður illa með headphone Já, I'm taking them off Já, ég ætla ekki það líka. Þá má Herri, bara aðeins. Pétur, þú mátt hækka aftur, ég er búin að taka headphone á mér Drengir, þetta var fáralegt sko. Ég sopna stundum með lummu. Ég ætla bara að viðkynna. Sefur með vörunni? Nei, ég hef stundum Sofnar með lummu? Já, þegar Hvað, tannburstar þig ekki? Jú, ég er búinn að busta, ég er komin upp í það er svona anskotin. Ég verð að fá aðeins en það pínur líka. Ég er alltaf einn ykkur til fíkill, ég viðkynna bara. Já. Það er bara, ég hef minn djúl að draga. Og þá hef ég sett póka sko. Og hérna, þá hef ég sett póka. Og ég er svona, já, ég hef lendið því stundum að sopna með póka. Ekkert oft sko. Það er alveg ógeðslegt. Já, þetta er mjög ógeðslegt. Ég hef aldrei lent í- Ég er ekki að mæla með þessu. En neikutin ekki örvandi, áttu ekki að halda þig vakandi Setur hann upp og sopnar það þig virkar Það er öfugt á þetta mig. fullt af, ég hef heyrst að fullt af fólki sem sopnað með vörunni. Já, þetta virkar Ég- algjörlega öfugt um- Ég hef verið vel drukkinn í AC, samt tekið úr vörun og tannbustan mér. Já, en ég Stendur ekki lítið í því, Já, sko. þá er ég strafan, hætti að snútur. Nei, nei, við erum bara að velta steinum. Ég er svoandi, ég hef aldrei lent í þessu áður sko. Og mér dreymir að ég sé að vera með svona smá matabóð, bara lítið sko. Og það eru pítsur. og ég er bara með sneið og ég er að borða pítsasneiðina. Í drömmuðinu. Já, og ég er ógeðslega góð og ég er að hlæja, stemning og ég er að borða, svo byrja ég að borða ógeðslega hratt og tyggja ógeðslega mikið. Svo vakna ég, þá er ég að tyggja helvitis póka og málið er að ég er að sko, og eftir að ég vakna, þá er ég að tyggja hann í smá stund. Ég er svona eins og ég sé átta með á þessu og ég vakna einhvern veginn svona hálfur og svo tyggja hann í póka einhvern veginn. Það er Og bragði sko, hann örgulega sprungin sko, svo stert sko, þú veist, það var bara svona eins og að vera að sprauta nikotín í mig sko. Í. Og ég hérna Þú er ekki að kinkt og honum ég, Já, það er stóð, þá getur við ég hef fengið- kynkt póka sko. Þá getur við fengið nikotín í þetta. Ekki Hefur ég, séð hann að sko. fara Hefur séð hæðunar, skoða hæðunar og séð pókaðar Sko strákar, ég gæti Það er rosalegt. Ég vil ekki monta með á þessu en ég gæti alveg örgulega borða heila svona dollu sko. Ég er náttúrulega hef Það þýðir að hann getur getið 2 póka. já, Mikið þetta er- vel. En ég er að, bara, ég ætla að taka það fram að ég er líka að hætta þessu, þetta er ömulegt sko. Já, það er svo heldur góð. Já, Þú þú, hættir. þú komst mér á lagi með þetta blöð. Herðu, Þetta er að kenna það þetta. er, Hættu. sko, það er að verða uppselt. Þannig að ég er búin að Ég var með lofur, við sjáum til hvernig það fer. En við sko, Rakel sagði við mig orðið rétt, Já. hún sagði hérna býtu, gæti enda með því að þú þurfa að dansa Jackson eða. Ég er bara svona, já, ef það er uppselt og var búin að lofa því. Hún bara ok, láttu mig vita því ég ætla bara að mölvu þegar það gerist. Há svona, hún var bara pínu. Það er 2 atriði sem ég er spenntastu fyrir í dag Nei, ekki 3 Blöð Jackson King Richie og Jamie Kvöld Þetta er 3 atriði I'm on the floor þarna Og veist, ég er ekki eitthvað bakstage ykkur herbyggi með sík og þar Ég er á gólfinu Ég skal lofa þér því að það verður ammælis útgáfa að Jamie í kvöld fyrir þig. Er það ekki? Jú. Herru, það er líka sko hérna fyrsta sinns við fáum alveg backstage herbyggi. Já. Byrjum sko, ég Já, og nú er Steindurum aðstaðan oftast á bara í tíu. einhverjum hjólakompum í einhverjum Já. skólum sko. Nú er þetta alltaf på 10 The next level shit núna sko Jens okkar besti maður mættur hérna, hann er með gæsluna. Þetta verður King Jens, hann Já, dettar 2.90 fyrir hátegi sko Já, sko, Það er gott á að hann er menni í gæslu sko Herru, það var Jens sem kendi mér að detta sko. Já. Hann horfði á mig taka 235 Hann er alveg strength coach sko. En, já, Ég tegja svo út að segja á hann Það varst að jafla pókan þannig Já, Ég er með sama koncept í gangi já. Sko það er eitt sem maður átt að sjá þegar maður heldur partí í höllinu og það er 5 ásmanns Það er aðeins annan að halda barnaðamæli sko Já, já. Það er símtöl, það er e-mail og Já. það er meira árit og meira vesen Já. Og Gurri vaknar af það á nóttina að ég er bladrandi það sem það var að klára þetta og þetta er klárt og hún vissi morgunin allt sem var búið að græja fyrir geggið og hvað ekki ég var búin að segja það Talar svona skýrt úr upp á Já, mjög skýrt hvað þetta græja, hvað þetta eftir að græja Þannig að sér hvað þetta gigg upp og hafa mikil áhrif á ég myndi segja brandlega hilsu hjá okkur Ég ætla að passa með að njóta. Það var að líða svo hratt sko. Já, Það verður svo gaman Ég sko. byrjar að njóta sko, ég fekk mér cold refreshing beverage og punk á með cold father Já, ammælislöns. Ammælislands og ég Sko, fekk þú átt náttúrulega ammali, þú mátt gera það sem þú vilt sko. Það er svo þannig. Er ég bara með, en þannig kort
Ég má gera það sem ég vill nú. Allavega ammælisblöð, þegar ég á ammæli þá gerir ég það sem ég langar að gera sko. En hérna, annars erum við með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Hvað er að tala um? Við erum að tala um að Eurovision Hjöppi, Hjörvar Hafliðarsson, hann er stattur á Ítalíu. Ég ætla að hringja í hann og spyrja bara hvernig stemmingin er í hópnum og svona. Við höfum sendt hann út alltaf þegar Eurovision. Hann veit líka ímestlegt Eurovision sko. Já, hann er líka bara búin að fylgja hópnum að úti og það var æðislegt að heyra í honum. Geggjaður. Við tókum klefa í gærstendi þar sem að við fórum í keppnina alltaf að skella á okkur. Sem er alltaf stemming. Hvernig gekk það? Það var óþægilegt. Þetta var eiginlega alveg hrikalegt sko. En já Ég er með þekkið ekki á sínum stað. Jón Jónsson ætlaði að fá að kíkja þarna eins og eftir. Spurðu Keppi Gilsarans, hvað erum við þar? Já, það er King of Peaking on Game Day. Þegar málið er, sko, í rauninni þetta hver er sko, að ná hámarki á réttum tíma eða toppa á réttum tíma. Þegar, veitir hvernig, þú veist, sömur eru þannig að þeir geggjaður á mánudöfum fyrir hátíð og æfingu sem aðri sem stígu upp í leikjum when it matters. Þannig nú er ég velta fyrir mér, hver er betra að toppa á réttum tíma? Talandi um leiki, hversu svekkjandi var þetta hjá stólunum í gær. Hvernig þú ættir að skýta á því það? 15 stígum yfir og 500 eftir? En sko, ég ætla ekki eins og að ræða það því ég veit að það eru nokkri liðin sem hlusta. Nú er þetta bara herrið, það er búið að sanna það. Við getum léttilega unnið í þessu valsemili. Bara léttilega. Nú kláraði þetta á sunnudaginn og við verðum Íslandsmeistar á miðvikudag. Líka miklu skemmtilega dettið á miðvikudag heldur en sunnudaginn. Þetta er gott fyrir sko að fá annan leik sko. Við bara klárum þetta. Það er ekkert væl núna, drengir. Það er ein spurning bara frá mér þetta, því að ég er ekki sérfræðingur að kemur á körfubolta, alls ekki. En ég er búin að horfa á báða leikina. Veitu lengi minn en körfubolta þú? Örugglega ekki, nei, ég er alltaf að horfa. Ekkert meira þreytandi en þegar ég er á leiknum eða að horfa á leikin og Steindir að senda. Akkur er alltaf að taka þryggja. Þú verður að hætta að senda þetta. Nei. Sérstaklega þegar þeir eru að missa niður fórustum. Mér langaði eiginlega bara að skalla þig í gerð. Steindir lúm sko, veit En málega, ég horfði auðvitað Ég bara skilið ekki. Akkur ekki bara taka tveggja? Ég vakti alltaf yfir NBA, þú veist, í gamla daga, það voru að fylgjast með öllum hitjum. Men málega það sem ég er að spá í. Hvernig, þú veist, íslensku körfubolti, er hann þannig að þetta er 90% að reyna að þryggjast eða? Er ekki... Nei, það eru bara skiptir þetta í back in the days voru þryggja rare. Mál er að ég er sjúrur til dæmis. Ef ég myndi raða niður þristum. Ef ég var í liði, þá bara svona, gerið þið mig lausan, feed me. Nei, þú ert ekki, veist það. Og mál er, ég er með einfalt koncept sem ég veit að það er margir hlusta sem verður í þessari seríu. Nei, hann á eina körfu spjaldið ofan í. Nei, ég var líka aðra sem var nothing but the net. Mál er, nú ég veit að það er margir hlusta sem verður í þessari seríu. Þú fær boltið fyrir þrygstulina. Sett þetta bara niður. Ég fór í spjaldið Brótis um daginn. Lofaði þeim niðum ammali. King Brody. Sendi á Eikoks í gær, bara herru, þú skýtur ykkur. Ég var að senda honum niðan. Þetta segir mér að Chris Eikoks verður á gólfinu eftir. Hann verður á gólfinu. Það er rosalegt. Já, gætur verið stóra fréttir. Það eru risafréttir en við erum að fá hann á búið. Hann sagðist að vera svo lélugur í leik 2. Hann gæti ekki lofa að vera lélugur í gær. En þú veist, er léttar að skora þryggjastega en tveggjastega í körfubolta? Nei, þú ert sjúrur þessu Gilsarans, sko. Ég meina, þú veist, þú ert ekki sjúrur. Akkur er eina allir þryggjastega alltaf? Hætt að segja þú sett sjúrur. Þú ert nokkuð hávaxinn, þú ættir að vera undir körfunni. Hvenær heyrðu þig? We got a shooter! Já, það er í Krabs, það er í teiningum. Í Atlantic City, það er ekki að samóra þryggjastega. Það var öskar á mig. You got a shooter. Hann álíka eina hreina og í spjaldóni, sko. Steindi get ekki 100 skot, hann get ekki sett spjaldjón. Jó, ég er nefnilega... Og það er margir búin niðurlega mútið spjaldjón, ég kallaði spjaldið. Ég sett spjald! Og það fór það honi og... Það kemur kannski ykkur óvart og líka hlustendum, en ég er að sjúrur. Nei, Steindi, þú ert ekki sjúrur. Ég sé þið í körfubolta. Það er örugasta bett sem ég tekið. Ef við fengjum 20 bolta út á hryggjarstöðunum, hvað setur fyrir niður? Það er þið niður. Ég tek því betti, af því að ég get lofað. Steindi, þú átt erfitt með að drippla boltan. Ég hef verið með þér í körfubolta. Þú átt erfitt með að drippla, hvað þá að skjóta? Þú átt með ljótari skotsstíl endur en leið. Hefur þið ekki byrjað að klára hlaupið ykkar áður farið í aðra niður? Sverða ég get unnið í þryggjastækjum. Ég lofa. Þetta er 20-0 koncept. Glimti. Þú myndir aldrei hitta 20 skot. Strákar, ég er með körfu heima hjá mér. Það heldur að það sé nóg. Já. Ég er með eldavél heima hjá mér. Ég er ekki að hendi ykkur geggjaða mat. Þetta er boltaði nota. Hvað? Frista. Ég myndi að því ég fæ 7. Legit 7. Það er ekki til þess að spila 7. Ég er bara með hvað spilaði. Nákvæmlega, þú veist ekki eins og hvað bara körfubolti er. Þeir spila með stærri bolta. Ég er að hitta með minni bolta. Það er erfiðar að hitta með minni bolta. Það var meira pláss í körfunni, asshole. Já, það er miklu erfiðar að... Því stærri bolti Það segir bara ég er með tennisbolta, það vantilega minna vesen að hitta. Það er ekkert eðlilega erfitt að hitta tennisbolta og körfu. Já, sko, ég spurði reglulega hvernig það ætla að klára þetta hlaup. Já, málega við skulum klára það áður að fara að keppa í körfubolta. Steindi búin að influensuna og hann fekk ælupest daginn, bara leikur. Ég er bara góður. Hvor ekkar er alltaf að fresta þessu? Steinþór. Það er reyndar allt búið að ganga út á kvöldi í kvöld núna.
Þannig að leið og þetta ammali í kvöldi búið, þá getum við fara að einbytta ykkur á hlaupinu og því öllum. Svo, ég er með hugmynd, munið eftir í Billy Madison. Þeir tóku stóra, svo þeir keppt í alls konar greinum. Við þurfum að taka bara kvöldstund. Það er 3 staða keppni, það er hlaupið. Við þurfum bara að vera með alls konar activities. Það sem er keppt í hinn og þessu sko. Já, það er bara, ég er til í hvað sem er. En, hörru, ég er að spája bara að fá okkar besta mann Peter Bjálmundur til þess að setja á lag sem að ég held að eftir að gera allt vitlaust í kvöld. Það er aldrei toppað og ég get eiginlega að lofa eitthvað því að þetta kvöld verður aldrei toppað. Þetta kvöld verður held ég aldrei toppað. Við erum að ofpeppast þetta drengirnir, en það er komið að slúðri í FN95 blöð drengir og það er búið að vera það mikið að gera að ég glemdi eiginlega að finna móla en ég er með eitthvað hérna. Er það ekki? Jó, sko, það er risafrétt. Liam Gallagher, einn af mínum að þetta mesti töffari bara í heimi, söngur Oasis. Já, einmitt. Já, hann ætlar að hætta að drekka, hann er bara að leggja áfengi á hilluna. Sett ekki nennan þessu lengur og Ætlar hann að hætta? Já, hann er ekki hættur. Já, hann ætlar að hætta. Já, Hann er að íhuga kannski svona bráðlega að hætta að drekka. hann ætlar alltaf ekki að drekka fyrir 25 ára tónleikana sína sem er verið í Nebworth höllin í Lundunum í byrjun júni. Hann segist að hafa mánuð til að undirbúa sig og ætlar að halda sig fjarri vandræðum, slaka á, borða vel og sleppa að drekka áfengi. Þannig, já, ok, hann er bara að hætta fyrir þetta gig. Hvað er að gama? Já, hann er ekki að hætta. Þetta er red card og blöð fyrir þetta slúður. Ég er ekki að segja að læra. Þetta er allavega yellow. Þetta er yellow sko. Mikið að gera það. Nú þarf eiginlega að fá okkur dómarinn upp, ég er svo partíela, með kort. Gult kort. Hvað er að gama þessi söngari? Hann er 49 ára. Já, Hann er Þessi geggjaður. söngvari. Veist ekki Það var hvað bara Liam með þessu Gallagher. Oasis. Já, þú vissir ekki fyrir ég sagði það. Þú sagði þessi söngvari. Já, það verður betri söngur hérna í kvöld. Svo er næsta slúður, það er af Britney Spears. En já, aðdáendur hennar á miklar áhyggjur. Hún er frábær. Já, við erum tím Britney, við höfum alltaf verið. En hún gerir ekki annað en að posta nektarmyndum af sér núna. Og nýjasta er að hún stendur nakin og heldur utan brjóstin á sér og setti hjarta yfir kinnfærin á sér. Króksarablöð ekki kvarta yfir þessu myndum sko. Nei, ég veit ekki hvað er í gangi hérna sko. Nei, sko Króksarablöð var búin að læsa sig inn í herbygginu, hann er ekki komið út í 3-4 daga. Þetta hérna er myndin og jú, þetta er bara svolítið skrítið. Aha. Já, verður ekki að segja það. Hún er ólétt, vingun okkar. Nei, þessa myndi voru teknar áður. Það Það málið. stendur í fréttinni, já. Þetta eru gamla fréttir sko. Já, ég var að segja okkur á hann, ég komst ekki Er slúð. það annað yellow og blöð? Ég held að við Þá er það red card eða ekki? Ég held að við lesið þetta bara að vísa á mánudaginu. Herðu, nú. Málega er, ég fíla að blöð er búin að vera það einmitt saman mikið að gekkinu. Já. Hann hostaði einhverju slúðri saman á okkur 5 minnum. Já, ég elska þetta. Þetta er með annar liðið slúður. Ég er þrið að það verður ömur líka. Verslagt. Systrónum spá 23. seti í kvöldi á morgun í Eurovision. Það er leiðilegt slúður. Já. Og hvað er mörg lið eftir? Hvað er mörg lönd eftir? Ég veit ekki hvað 25, hann er okkur spáð 23 og 24. Nei, er ekki 30. Richie! Rikki, þú ert algjör Eurovision, Perri. 20, er okkur spáð 23. af 20? Hvað er mörg? Það gengur ekki. Spá 20. sæti af 25. Af 25. 15 neðsta. Það er ekki alveg nógu gott. Sýstunum þarf að rífa sig í gang. En við náttúrulega heyrum í Hjöpp á eftir. Hann er úti í Torino. Við ætlum að spjalla við hann bara hvernig stemningin er í hópnum. Hann veit helviti mikið um Hann veit Hvort náttúrulega að stemningi sé góð að núti sko. Það er stóra spurningin. Því að andin verður að vera góður ef við ætlum að leið sko. Já, þetta er stationhelgi hjá landanum, maður. Þetta er trippulhelgi á mér sko. Ég fullur alltaf hjá Steinda í The Mansion að grilla pulsur á sundan. Hann er fullur í barnaðamæli. Rétt. Þú veist, Hörðu, þetta er bláið. það er Var ég búin að segja þér, ég endaði með fróhjónan á mér til klúan Ég held að sér búin að segja okkur að 5 sinni. Gerir Þú ert að segja okkur að ég er svona 15 sinni og þarfst ekki að segja mér aftur. Badnaðamæli er ekki svo voru við 10 ára síðan. Nei. Þú ætti bara með vel áfengi og Já, með barnaðamæli daginn, það var engin til, jú, við sátum þetta til Steindi þarf að henda mér út held ég. Þú getur bara ekki farið að teikja konuna sem vita Nick sko. Hvað mennur? Nei, þú verður að hætta þessu. Svo líka sko, ef ég er búin að taka, Steindi, Það var hikur ekki. ég verð ekki gír heima þig bara svo vitra. Ég er álur ekki. Ég er búin að kaupa ammælisgjöfun og allt sko. Já, takk. Báðar. Já, en þú auðvitað eftir gýr, hvað heldur þú? Jó, ég verð alveg brosandi Þú færð og alveg nýka bjór. lið og svona, en ég verð ekki að fá mér. Ég verð í vinnu að það sko. Ég er að grilla. fara með, ég og Pétur Jóhann erum að fara með konunum á Selfoss á morgun sko. Við erum að sáðkost bara á hótelinu og fara út að borða Það eru stæðstu misturkinn. Nei, það verður stemming Veistu hvernig þú Selfoss er geggjaður Veistu bær hvernig Ég verð þú ekki verður- Ég elskar Selfoss og lífinu sko. En sko málið er það, þú ert eftir að klára alla gleði sem þú átt í kvöld. Nei. Og þú verður svo mökkaður líka og þú ert morgundagurinn, þú vilt bara vera upp í sófa sko. Nei, ég er bara Nei, beint í ég er tenging að fara, ég er sammála blöð, ég er ofurölu morgun. Já, Er það? Kolfáð er búin að bjóða mér Eurovision Party, hann er með 85 tommur, hann er Masterchef. Ég er ekki að fara að hætta fyrir á mánudaginn sko. Já. Þannig að sko, þetta er þriggja dag sko, ég er Hvað ekki kallast það? Ég veit að tekja það að kalla stationhelgi Þú ert með rútuhelgi Já, Málega, Þú ert með van ég er að fara að grilla vanhelgi. ég grilla hjá Steindur Glóð 3 sundaginn Já, þú verður og ég lítið er hjá tíðið þar maður Kolfáður á morgun. Það er að sjást í gegnum þið Ég jafna mig á
Sko, föstudaginn næstu viku er ég að jafna mig fyrir næsta þátt. Ég er að fara að mála 2 veggja morgun sko heima. Það er veðlega lögðað Fyrir barnaafmæli. Já, ég verð að mála eins fyrir barnaafmæli. Akkur bara farið ekki bjóra að Eurovision Já. og kostingar og er ekki lagi með þig. Veistu hvað, Er ekki pappi en einhver mest í Eurovision sem fyrir einhver landsins? Lítur að vera að fara að horfa með honum Sko hann spáir Er hann búin að veðja eitthvað á þetta, Já, kallinn? hann spáir Úkraníu sigri, Norrmönnum eða Bretum. Já. Þetta Ég er með cash á Ukraine. Já, herðu, við skuldum auglýsingar og svo fyrir við þekkið ekki, látum skella á okkur og heyrum í Eurovision kjöpa, en auglýsingar fyrst. Það held ég þeirra hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957, en við erum ekki í beinni útsendingu núna því ég ætla að hringja hér í okkar mann sem hefur farið fyrir okkur á allar Eurovision keppninar hingað til frá því FM 95 Blöð fór í loftið fyrir, rúmum 10 árum. Hjörvar Hafliðason eða Eurohjöppi eins og við köllum hann hefur alltaf verið okkar maður svona á svæðinu og það var engin breyting á í ár, hann skellti sér til Ítalíu og ég er bara að reyna að finna númerið, það er náttúrulega hellingur að gera þarna hjá þeim úti veit ég, en hann lofaði mér að hann myndi taka síman, skulum sjá hvort að hann svari hérna okkar maður, maður sjá. Good evening, Torino calling. Nei, já, góðan daginn. Er það, hvað segir maður, Góðan daginn, buongiorno? Já, eitthvað svoleiðis. Góðan daginn, sagði gæinn og sprakk á hann mægin. Já, þessi var góður það er náttúrulega geggjað að þú sért komin út fyrir okkur enn eina ferðina Hjörvar, Ítalía, er hún að trýta þig? Já, hún er trýtum með frábærlega og við erum að fá þess að frábæru frétti núna bara rétt á þann að við unnum undanúrslitakvöldið á þriðjudaginn þannig að síðslutan hafa verið skelli lægjandi hérna í morgunsárið og þetta lítur orðið ansi vel út fyrir morgundaginn svo að ekki fasta sig á orðið kveðið. Já, það er geggjað að heyra, en hvernig er svona stemmingi búin að vera í hópnum að núti? Stemningin hefur verið bara mjög fín. Sem sagt, hann Garðar Trommari sem er bróðir þeirra, hann er sem sagt búin að vera eiginlega på herbergi meðan þetta allt hefur verið sem sagt, hann er mikill mömmustrákur. Er það mikill? Hann er mikill mömmustrákur. Já, hún er ekki að núti það? Nei, mamman er ekki úti og hann mista mæðradeginum. Já. Þetta hefur verið svona hálf einhvern veginn sem hann er búin að vera meira minna grátandi. Hann hefur vanlega fengið kókó á sunnudögum hjá henni á mæðradaginn og hann einhvern veginn mistaði því og er búin að vera hálfa ómögulegur en fyrir utan það er þetta búin að vera bara ágætt. Já, hvernig eru við búin að vera að slá í gegn á blaðamannafundum? Ekkert sérstaklega. Nei, ok, það er alltaf verið svona okkar sterkasta. Já, nei, þetta er náttúrulega þannig að Gísli Marsteinn er náttúrulega mætti þetta fyrir 10 dögum síðan. Já. Og hann náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega kall eins og við segjum. Hann er náttúrulega áriðin 50 kallinn og hann er alltaf hann er alltaf með svona brandara sem að kannski eigi ekki alveg við í dag. Og það sem ég hef svona verið bæði að vinna svolítið með LBQT samfélaginu. Já. Og hann hefur verið með svona alls konar kalla brandara. Það er alveg ólíkt hann. Maður hefur stundum þurft að minna ná að það er árið 2022 svona kalla brandarar eins og hann er með er kannski ekki alveg máli en ég held að líka fólk verið átt að segja því að hann er orðin 50 Já. Og þessi kalla brandarar hans voða sniður í einhverjum lokuðum hópum og Rúnar Freyr alltaf hlær með þessu sko Systurna fór að versla á þann og þá sagði Gísli að hann væri með hugmynd að þau myndi kaupa sér eitt gallajakka og eina köflótta skyrtu brandara sem að hvaða brandara er það? 22, þessi staðalíminn sem að hérna samkynnaðar konur hafa þurft að hlusta á í mörg ár að þær elski gallajakka og köflótta skyrtur. Ok, ég er þetta aldrei heyrt það. Nei, en ég rætti þetta bara í Gísla en ég held að sko þær eru búin að ofbúslega næs í Gísla þann tíma. Það er átt að segja, þetta er bara 50 maður í og þessi kalla brandarar og hann er alltaf búin að segja hei, hvað, hafið ekki heyrt dad jokes áður og ég held smá fund í gær og sagði að það er 2022 Já, það vil gert við getum ekki verið með þessa brandara en hann er búin að vera auðvitað, hann er náttúrulega það springur alltaf út hérna hann var gjössanlega mökkaður yfir formúluna á sunnudaginn og var að þokka einhverja Ferrari stuðningsmenn hérna. Er hann ekki Ferrari maður? Nei, hann bara panta sér einhverja McLaren derhúu og
var að hrauna yfir Ferrari fólkið og það var allt einhvern veginn. Þetta er búið að vera mikið í gangi og alls konar kalla brandara sem hann er búin að vera með sem að þannig að fyrir utan er búið að vera vesen og Gísla Martein en annars bara geggjur stemming í hópnum. Já, hann semst svo trillist hann líka þarna þegar að Liverpool og Tottenham gerði jafntefli á laugardaginn. Já, ok. Og var með alls konar, af því að Antonio Conte er ítalskur, þá var hann verið með alls konar pillur á ítalsstarfsmennina en svo er það þannig að hann var þurr allan þriðjudaginn og hann deliveraði geggjuðu sjói á Ríkisjónum. Já, hann var flottur, ég horfði á þetta á þriðjudaginn. Sýkalega góður, af því að kom hann svo þægilega óvart, sko. Já, mann er hangið þurr þarna á þriðjudaginnum. Já. Þannig en systurnar eru í feiknakýr og það er rosalegu meðbyrs. Það er gaman að heyra. Og eins og ég segja, þetta að fá að heyra það við unnið fyrir undanúrslitakvöldið. Já, ég var nefnilega ekki búin að heyra það en það er ekki ekki. Nei, en það var svona að spyrjast út núna hérna í Torino. Já, ok. Og ég held að það sé ekkert svona, það er alveg ekkert að skemma eitt eða neitt og allir til kalla brandarar hjá þeim Breiðholtsbræðurum. Þeim er alveg saman, þær eru að voða, það er alveg léttar yfir þessu, ég held að, og alltaf LGBTQ samfélagi hérna er alveg rólegt yfir þessu. Það er gott að heyra hér og takk fyrir að vera á staðnum fyrir okkur eins og alltaf. Og bara endilega lefa okkur að fylgjast með og svo þegar komum við á 50-daginn. Já, komum við á 50-daginn næsta? Við komum á 50-daginn sem sagt eftir núna bara eftir 6 daga, þá erum við bara komin heim, alfarið. En byrjuðu okkur ekki bara sunnudegi eftir kenni? Af því að við þurfum að fylgja þessu lagi eftir, þetta er náttúrulega mikilvægt. Já, ok. Þetta skiptir öllu máli að fylgja laginu eftir. Já, hvað verður þá í 2 vikur? Nei, þá er ég búin að tæpa 3 ára systurnar í 4. Herðu, þú skilja kveðju á hópinn? Gerir það og skilja hérna hlýri kveðju og hérna, hann er einmitt hérna hótelbarnum á Gísli núna. Hann er hérna í hérna Liverpool-búningnum hérna svona rjóma Reebok-galan. Já. Með 8 kollimór aftan á. Það gamle góði, ég beði að helsa Gísla og segðum að fara á alla. Ég skil það. Hann gerir það og hann delivera frábæru sjó á morgun og ekki missa því klukkan 7. Bara missi ekki að því. Það er samfélagsfulltrúi hérna frá RÚV, hérna samfélagsmiðlafulltrúi. Já. Hún er alltaf að segja, herri, ég var að setja hérna flotta myndin á samfélagsmiðla. Þá segir hann alltaf, wow, til hamingju með lífið, það mun að breyta öllu fyrir áhorfið á þessu keppni. Það er kærlega fyrir að setja þessa mynd á samfélagsmiðla, það mun örugglega breyta öllu. Segir Gísli? Já, hann er bara alltaf, þú veist, svona kalla brandara. Já, nákvæmlega. Það er alveg, svona, þessi kallar. Passaði upp á hann. Það er sverðir. Já, ég gera. Ok, takk. Bye. Herðu, þetta var Hjörvar Hafliðason og ég gerir mig einn greiða, ekki taka marka orði sem hann sagði en við tökum eins og að gæla fyrir síntali. Held ég þið að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum með góðan gest hérna í höllinni. Okkar besta mann. Hann er engin annar en John Johnson. Jón Jónsson, verður velkomin. Já, takk kærlega til hamingju með daginn, strákar. Já, takk fyrir að, herðu, ég er að fatta, er ekki eitthvað skita Jóns ekki að skemmta þetta í kvöldin? Jú. Hvað þvægir það? Það myndi okkar besti maður. Nei, partypinni. Þetta er mest í partygósi sem við veitum. Já, svo líka Þórun Antoni að láta okkur heyra hérna Too Late og þetta átti það líka að vera. Oh my god. Það er lag sem við höfum spilað örgulega hvað oftast í FM 95 blöð. Við náttúrulega sko þetta er bara líka stress, skilur. Þið eru búin að vera í rúm 10 ár. Þið þyrftu að tróða ansi mörgum á dagskrána. Brósi kemur. Brósi mætir. Hann, ég er hluti af hún. Það er blóðið eftir hérna í kvöld. Sem eiga að vera hérna í kvöld en er ekki, verða næst. Já. Það verða fleiri partíð maður. Ég er að horfa hérna yfir höllina. Þetta er geðveikt. Hvað er að gera? Þetta er stærsta diskokúla landsins komin upp fyrir jam í kvöld. Hvað verða mörg þúsund manns að hoppa hérna? 5.000? Nei. Það er svoleiðis. Ég held sem 93 miðar eftir, þá er 5.000 og hvað 100 mannsinn. Þá verði Jackson kallar. Við ætlum að vera bara heiðarlega með. Þessi 93 verða að fara. Hver er sá besti? Það er Angur. Hver er sá besti? Sem alvöru lagasmiður. Hvernig finnst þetta? Geðveikt lag. 7 ára blöð. Þetta er geðveikt lag sko. Pítarsölu. Takk allar yngra.
Herra, við þurfum að taka þetta eitthvað saman. Þú tekur þetta á gítarinn í stæðin fyrir afa heitin. Já, vá, það var heiður. Er þið strafðara því að ég væri svo til að sjá Jacksonin í kvöld sko. Þú veist, við þurfum 93 miði viðbót svo Jacksonin verða veruleika. Sýnist á tempónu það klárist hérna eftir smá. Já, let's go. Verður uppselt hérna sko. Já, annars lokka ég mig bara inn kortir í 6 og kaupi rest. Já, nóg til að kalla. Ég veit hvað. Nesinu. Jó, nóg til. Það eru nýtt lag. Nýtt lag, innan gæslappa. Þetta er lag sem var á plötu sem kom út í haust. En svo vorum við að fíblast daginn og Frikki ákvað að syngja þetta lag líka. Og við erum að gefa út núna, þannig að þetta sé svona sumarstemningu. Frikki náttúrulega eins og ég segi, hann er bara kóngurinn í að gera eitthvað svona danslög og eitthvað stemningu, skilur. Þannig að Þannig að þið tókur inn ákveð. Það lagi var á plötunni, Frikki kemur inn í það og þið jazzið þetta upp og gerir sumar. Hvaða lag var þetta? Nákvæmlega þetta, heitir Dansa sko. Það fjallar að dansa. Já. Við þurfum að spila það eftir. Við erum náttúrulega ekki á tökka núna. Býrum við að mönda. Er þetta komið inn á Spotify? Þú mátt bara hafa það. Ívar Guðmund spilaði þetta á hann. Þannig að þú getur fara á Bylgju-playlistana eða finnur þetta ekki. En er þetta á Spotify? Þetta er á Spotify líka. Býrum við að mönda var að segja engar áhyggjur. Ég hafi ekki áhyggjur að hann sé ekki löngu búin að græfa þetta upp sko. Hann er líka alltaf að segja Hakuna Matata. Hann er alltaf ekki að segja. Hann er alltaf, ég man. Hann segja alltaf eins og En ertu góður? Ég er ógeðslega góður maður. Ætlar að koma og kíkja hérna á okkur í kvöld? Ég er líka svo klár. Já, getur rétt ímyndaðir. Maður er búin að, þú veist, það væri gaman að taka það saman hvað maður er búin að hlusta marga klukkutíma af þessu bulli í ykkur sko. Já, við getum sagt hlustandi það. Við erum með grúppu með því að hún heitir sem að þú bjóst til John Johnson og FM95 Blöð. Þú veist að ferðalöfum, þá kemur það inn. Ég verðst bara að láta ykkur vita þegar ég er eitthvað að lolla eitthvað að einhverju. Þá verður ég bara að upplýsa það er ógeðslega gaman þegar ég sé þessa grúpu blikka. Þá veit ég var hann sáttur með þá var hann glaður og þá er það yfirleitt einhvers þegar þú ert að vera að skemmta kannski út á landi eða eitthvað, þú ert svona einn í bílum ert að hlusta. En veistu hvað líka, veistu, á þessum 10 árum ég er að fatta það, veistu hvað lag er búið að spila oftast í FM95 Blöð? Það er eiginlega 100% fyrir utan Kickstart með Heart. Það er ef ástinni hrein, því að það er ykkur einasta þekkið ekki og ég passa alltaf bara á Spotify. Vá, hvað það er gott. Vá, ég skal leggja inn á þig líka. Já, við ræðum það bara off-air. En við erum með mitt að fara í þekkið ekki Egill. Sko, getum við prófað eitt hérna, svo spilum við nýja lagið. Hérna Egill, gott aðeins hérna, Egill er að snappa hérna höllinni. Sko, getur þú sungið aðeins núna í mækin, já Jón, bara lagið og fatta fólkið sé að byrja. Hann endur spekla sannleika. Held ég þekkið ekki er að byrja hér í FM95 eins og þið heyrið það eru konið ljúfi tónar undir og hann er að bakka það út, hann að Pétur Valmundur má setja það inn þegar hann er ready. Herru, hann er að spila á luftgítar, hann greinlega vanur að vera á gítarnum þegar Þetta er vel gert. Þetta komið núna hérna inn í. Þetta var rosalega tenging. Jón, heiður að fá þig. Man, John. Spilum nýja lagið eftir. Takið af í kvöld. Já, við veitum fólk til að hendur á Spotify og spila lagið Dansa. Sumarsmenn. Við ætlum að spila það hér á eftir. One talented motherfucker. Hann er rosalegur. Hann er okkar uppáls. Við erum að fara hún í þekkið ekki, drengir. Hvor eitthvað vill fara fram og undan? Ég skal fara fram. Ég þarf að fara klostið. Steindi fyrir. Ég var alveg kvíðin fyrir þessu dagskóli, en nú er ég vel kvíðin sko. Nei, þú ert ekkert að vera kvíðin. Ég er ekki kvíða ofan í þannig kvíða. Nei, þetta er, þú ert í gýrn og ammali og ert með ískaldan túborg léttölu þetta með þér. Ertu ready? Já. Já, það er Eurovision morgun. Steindi ekki farin. Já. Hvert er uppáhalds í Eurovision lagið þitt íslenska sem hefur farið út? Íslenska? Já. Já, ekki bara Eurovision, bara... Nei. Jesus, Egill. Hörðu, ég myndi segja... Ég myndi segja... Mátt ekki segja hei hei hó hó því að það verður að fara út. En málið er... Af því að Friðrik Ómar pakkaði saman. Mér finnst sko, þegar Friðrik Ómar niðurlagði með framan alþjóðis málendinni og sem er Still Haunting My Dreams, ég veist að rósa King Friðrik Ómar var helviti gott lag. Já, This Is My Life. Það er ekkert eðlilega gott lag. Er það upp á slæðið? Já sko, ef við tölum bara íslensk Eurovision-lög, já, ég bara, þú veist... Þetta eru, sko, ég veit að þið voru löngu búin að bury the hatchet. Þetta er rosalega, það er upp að sko, lagið sem vann þig í Eurovision er upp á slæðið. Þið er ekki að vera bad loser. Nei. King Friðrik Ómar, hann pakkaði mig saman. Og Regina. Og hann var bara, og Regina líka, þú veist, það var bara gott lag hjá þeim. This is my life. Var eitthvað besta lag sem ég hef heyrt, sko. Herru, geggjað, ég er ánægður með þetta svar sér. Þá er það næsta. Hver er svalasti Íslendingurinn? Svalasti Íslendingurinn? Já. Það er mjög einfalt svar, það er Valtý Björn. Valtý Björn? Já, ég bara... Fyrst hann svalastur? Hörðu. Af öllum? Hörðu, ég fór... Ekki það, ég dyrka Valtý. Ég fór í fyrradag á
á spot. Það var smá preppana fyrir blikaleikin. Já. Hörru, ég lappi inn á spot. Sé ég Valtý Björn fyrir utan með sólgleru á okkur svörtum Jaguar sem kostar líka svona 24 milljónir líklega. Hörru, ég valdi að séð svona svalanga. Hörru, sem ekki við Willum út og ég sagði, blessaði Willum, heisa honum eitthvað, hvað segir þú? Hörru, hann lappur til bíl til Valtarnas. Willum? Já. Já, ok. Og ég valdi að séð, ég hugsaði bara, ok, Valtarnas svalast ekki að ég séð. Þannig að Hann var ekki á Yaris, Nei. hann var í Jaguar. Svalast Íslendingurinn Valtý Björn. Já. Ok. Fullir virðingu fyrir Valtý að þá skal ég setja húsundir að ég steindi ekki skekkja það. Þá er það næsta. Ef þú mættir Steindi, þú voru að fara lengra frá. Drullar í burtu. Rugglaður. Þú mátt ekki heyri í okkur. Harðu niður. Rikki sækið þig. Álur svindlar. Já, hann var ekki talangt frá. Já, sko, Heyrðu, því ok. líka svindlari. Þá er það næsta. Hann heyrði ekkert. Hann náttúrulega heyrði Nei, máli, ég er bara að pakka hann saman, þú er oft í röðu núna. Já. Nú notar hann öll trikk í bókinni. Þú ert komið 2-3 sigri í röð. Já, ég- Herru, þá er já, næsta. já. Ef þú mættir bara að drekka einn drikk ásamt vatni, það sem eftir hvað myndir þú drekka? Wow. Þannig að vatn og einhver einn annan drikkur. Shit. Sko, sódavatn er vantilega off the table. Lægið aftur undir, Peter Belmundur. Hvað segir þú, sódavatn? Já, þú bara nota vatnið. Þú, Já, en sódavatn er off the table. Já. Bara að spyrja. Ok, þannig að, sko, ég hef veist alveg gott að fá eins og Pepsi Max með mat, en ég geti fórnaði. Já, Ég- tekið skilur. bara vatnið með. Já, þannig að ég held að það, sko, ég elska samt ískaldan bjór, ískaldur light bjór, stundum ískaldur Tuborg, red wine. Rauðvín. Já, út af því að, sko, en ég hefði búin því að ég verð ekki að fara í steikurautt. Já. Ég geti að fórna öðru. Steindu eftir að ná þessu. Heldur það? Já, ég held að hann segja rauðvín. Hvað segir hann um bjór? Nei, þú mátt ekki svindla. Herru, þá er það síðasta. Hann er að hlusta, sko, hann veit allt sem hann segja. Og hendunum fram. Álfur svindla. Ef þú yrðir, ok, þessi kom frá Instagram. Þessi er ekki þroskuð. Er hann eitthvað tæpað? Já, pínu. Ertu tilbúin? Já, ég veit það Ef ekki. þú, ég man ekki hver sendið mér það, en ég fíla hana. Svona ein flippið í lokin. Einhver veikur drengur. Já, ef þú yrðir að svissa tippinu þar og öðrum líkamspart, hverju yrðið svissað? Svissa á limnum og okkur öðrum líkaspart. Já. Hverju myndir þú svissa? Myndir þú setja nefður þetta niður? Það er líklegt. Er ég að fara að hitta Björg og Tóra á viðskiptafundi með lim á nefninu? Það er heldur ólíklegt eða ekki. Þannig að, nei. Það er svona líka síðasti staður sem ég myndi setja. Ég segi, málið er, veist hvað, tilgangslegu staður líkamannum. Já, hvað? Naflinn, maður nota hann ekki neitt. Það verður með bara Og liðið málið, það. þá er penisinn nálægt það sem hann var. Þetta er ekki stórkostlegt vesen. En þá ertu samt, sko, þá naflinaður sem tippið er. Ég veit það, Blondale, hvað er þetta á nefið á mér? Nei, það var nú sett í gríni. Já. En þumalputtinni ykkur djöfillin. Penis þar? Þannig ef að Björg Tór segir mér að það gilst að kvittaðu og ég er með penis þar, þá kvitta ég ekki neitt, En þú sko. hætt að tala eins og sérst alltaf að hitta Björg að tóra Nei, ykkur ég viðskiptafund. þarf ekki að loka díl. Já. Þannig að ég segi En Stóratón? Sinni heim með Björg Tór í gufu. Já, herru, ok, það er bara naflin, ég ætla ekki að vera að tröfla þetta. Farðu. Og ég að fara? Já, Steindi þarf að koma, þú mátt ekki heyra. Rikki er að fara að sækja hann. Þú ert að vera tilbúin samt, þú mátt ekki hlusta. Þú ert að fara lengra frá heitlega þetta. Ég tek að svindla þér og þeir. Nei, hann svindlaði ekkert, hann heyrði ekkert. Nei, hann er að koma hérna. Það er eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá er alveg keppniskap í þessum dagskrálið og ég fíla það. Ekki á mér. Nei, sko, heyrður eitthvað sem vorum að segja? Þú fórst svo stuð. Heyrðu ekki neitt. Nei, ég ætla að bregða þér. Nei, ég var að tala þetta við minn mann Gústa B. þetta bakvið og ég var að heyri hérna barnum hvort það var ekki allt klárt og ég var bara hvað heldur ég sé að liggja þetta og hlusta á svörin. Já, það leit hann út. Já, hvað ég nenni því ekkert. Herru, tilbúin. Já, 64 miðar eftir, það verður uppselt. 64 og þá tekur Jacksonin. Það er rosalegt, það er gott sem streddi ég það. Fyrsta spurning. Hvað er uppáhalds í Eurovision-lagið þitt? Íslenska sem hefur farið út, ever. Það er mér fannst rosalega gaman þegar Silvía Nótt var út. Ok. Ég hafði mjög gaman að því. Til hamingju Ísland. Já, mér finnst það mjög gott, þú veist, mér finnst það bara mjög skemmtilegt, flott. Finnst þér það besta? Ég ætla að segja að ég er svona nostalgíumaður. Já. Ég ætla að segja Gleðibankin. Gleðibankin, það er þetta Já. gott svar. Það var fyrsta. Já. Herðu, þá er það næsta spurning. Já, við mátt að fá þau sem leynigjast. Herðu, leynigjasturinn í soundchecki á hann. Já, það er rosalegt. Þessi, ég vil ekki gefa mikið upp. Nei, við megum ekki gera neitt. Nei. Það er alveg nokkri leinigestir og þeir eru öll geggju. Já, næsta spurning. Já. Hver er svalast Íslendingurinn að þínu mati? Svalast Íslendingurinn Sko, þetta er svolítið trikki. Fyrsta sem ég datt í hug. Sérðu höllinu núna maður.
Það verið að fara að hleypa inn eftir 6 mínútur og diskokúlan, ég þarf eiginlega að setja þetta á Insta. Djöfull þetta flott maður. Við þurfum að fókusa núna. Já, sorry, Svalast Íslendingur. Ég held að það sé, þú veist, það auðvitað bara Bjartmar Guðlaugs. Já. Ok, konur aftur inn, sorry. Þú varst að segja Við erum live í höllinni, það má bara ekki anda á þessar græður. Nei, ok, þú segir Bjartmar Guðlaugs. Já, sko, ég var að tala Bjart, sko, málega, mér finnst, Ragga Gísla, mér finnst hún geggjuð, hún algjör töffari. Algjör, mér finnst Bjartmar alltaf geggjaður. En ég fór að hugsa þetta. Ég ætla ekki að velja þau eru samt á listanum. Þú mátt ekki segja þetta bara því þú trættum Egil segja það. Nei, ég er bara búin að ákveða þetta. Vistu hver, mér finnst eiginlega Svalast Íslendingur núna. Hver? Ég held að sé Aron Kahn. Aron Kahn, ok. Hann illa svo, hann var reyndin samtjekki á hann og hann alveg með þetta. Já, bara hann svalur. Já, og bara þau eru mörg maður. En ég ætla að segja hann í dag. Ok, ef þú mætti bara að drekka einn drykk ásamt vatni það sem eftir þú mátt drekka vatn og mátt velja einn drykk í viðbót. Hvaða drykkur eru fyrir valinu? Ég hugsi myndi þú veist, ég Pepsi Max fíkil, sko. En ég ætla samt að segja bjór. Já, svona geta sittið úti þess að örfa á dag á ári og fengjum bjór, sko. Já, líka út elendis og svona. Já. Þá getur líka þá fundið á þér. Já, ég ætla bara að segja bjór. Ok, þá var það síðasta og eins og ég sagði Egil, þessi kom frá Insta. Ef þú yrðir að svissa tippin á þér og öðrum líkamspart, hverju yrðið svissað? Já, þannig að félagi fær einhvert og eitthvað annað. Til þess að þú takir nefið á þér, þá verður tippið það sem er nefið á þér og nefið á þér sem tippið er. Ég vil ekki velja það, sko. Ekki? Nei, það er svo rosalega ábrennt. Ég veit það. Já, ég er að grínast, sko. Ég fór að hugsa tærnar. Já. Eða fingurna, sko. Þú veist, maður vill ekki hafa limin í andlitinu, sko. Þú vilt ekki taka eyrun en nefið og viksla. Þú vilt ekki hafa eyra á þér þar. Nei, já, einmitt. Og líka hugsa hitt, sko. Já. Ég hugsa að ég myndi bara svo við á konunni, þannig að við gerum hausinn einhvern veginn að skalla hann alltaf. Nei, ég hlið, reyndar á hliðir. Ekki koma með. Ég var að hugsa bara, þú þurftir að vera svona, skalla á hlið. Ef maður væri það. Ég hugsa ég taki Stórutá. Stórutá? Já. Ok, það er ekkert alltaf mikill munur líka. Það er svo lítill og feitur. Herðu, þá Egil, þú mátt koma. Egil, hann fór alveg út. Ég sver það, ég var ekkert að hlusta á hann, sko. Ég er ekki. Þú svindlar ekki. Egil vildi meina því að hann er búin að vera að pakka þið saman að þú væri eitthvað hættur. Já, hann er búin að vera on a run þetta, sko. Snjókoma á gólfinu. Herðu, við þurfum að fara hratt yfir þetta, drengi, því að við skuldum auglýsingar. Eru þið tilbúnir? Já. Ég spurði Egil, hvað er uppáhalds í Eurovision-lagi hans? Nei, ég sver það. Hvað er uppáhalds í Eurovision-lagi hans Egils frá upphafi? En verður þetta að vera lag sem komst í keppnina? Komst í, út. Það getur ekki sagt bara Mercedes Club. Nei, ég veit það. Ég veit öðru seti. Já, sko, ég ætla að segja uppáhaldslagið hans. Sko, ég ætla að segja að það sé Nína með Steppa og Eyva. Nei, það er This Is My Life með Friðrik Ómari. Já, This Is My Life. Það er rosalega. Já, lagið sem pakkaði hún saman. Lagið sem niðurlaði. He's the bigger man þetta núna, við ekki þetta. Hvað sagði Steindi, Egil? Hvað er uppáhalds Eurovision lagið hans? Sko, ég held að það sé annarkvort Gleðibankinn eða Is It True. Ég held að segja að tvær ástæður fyrir ég held að segja annarkvort. Ég held að hann get ekki nefnt eitt annar laga fyrir þessi tvö. Og þannig að ég held að þetta sé bara algjört, sko, hann er með annarkvort þarna, sko, því að hann gæti ekki nefnt þriðja. Þetta er bara educated guess og Gilsson. Og þá er eina sem ég er að velta fyrir mig, að fara hann í Gleðibankan eða Is It True. Hann er stundur gamli skólinn í Gleðibankin. Það er rétt! Egil er komin 1-0 yfir. Sko, ég hefði alltaf sagt Is It True. Já, ég bara glemdi því lagi. Ég hefði alveg getað sagt það. Ég bara faðist. Herru, ég var að segja bara, ok, við getum sagt hlustendum það og fólki sem er á leiðinni hérna í höllina. Jóhanna Guðrún er að fara að taka Is It True í höllinni í kvöld fyrir fram að 5.000 manns. Já. Og það verður sturl. Sem verður epic shit. Ég heyrði það í soundcheckin að hann. Ég var búin að gleyma hvað þetta er fallegt lag, maður. Hún er líka að vera besta söngkona í heimi. Þú veit ekki að tala Íslandi. Og þegar ljósasjói koma þetta og maður sá bara, ok, það bilast alltaf kvöldunum tekur. Það verður okkur að fara að skjá einn. Hver veit? Herðu, það er 1-0 fyrir Agli. Já. Ég er hana hér. Já, ég spurði Egil hver er svalast Íslendingurinn, Steindi, hvað sagði Egil? Svalast Íslendingurinn, ég sko
Ég held að komi nefnilega, það er alveg nokkuð sem hvort greina, en ég held að ég sé alveg nokkuð vissum að það sé eðlilega Valtý Björn. Hvaða, þú varst að hlusta. Þú myndir aldrei segja Valtý Björn. Auðvitað, hann er bara að tala Þú er heyrt þetta. Hann er bara að tala þessi svalasti maður Ég sagði áðan í 10 ára. Það er hárrétt. Og byrju, ég ætla að gíska Hann var helvítið stutt frá. Jafnvel þegar hann er komin í hvítu gallabuxurnar sko. Ég hitt hann á spotti fyrir þetta. Hann var í aðgórnum á með sólgleru. Ég held að sé það svona. Nei, það er bara Það er 1-1. Málega, þessi fíla veit ég fann samkeppni í dag. Þetta var ekki erfitt gísk sko. Hvað sagði Steindi? Hver er svalast Íslendingun hans? Sko, nú þurf ég aftur að velta steinum. Sko, maður málega með Steinda. Hann fer á milli gamla og nýja skólans. Hann ef Steindi fyrir gamla skólan, þá myndi að segja Bjartmar eða Helgi Bjöss, svona álurur gammal svona spaði. Hann gæti farið nýja skólan og hendi svona típu svo Aron Kahn, ég er hugsa svona uppátt sko. Hann er í gamla eða nýja og hvernig gýran er í sko. Þetta Bjartmar er svona klassíst var hjá hann hana. Helgi Bjöss er heldur nátt Aron Kahn. Það er býttu. Stopp leikur. Hvað er að gerast? Rikki, varst þú að kvísla af hann með því að ert þú eitthvað að svindla? Hérna ég var að svindla. Það er bannað að svindla þessu. Ég var niður í Egil var ekki eins og hérna inn í herbygginu. Mér fannst þetta að vera rosalega nákvæmt hjá honum maður. Nei, Egil var ekki eins og hérna. Þú varst hérna inni. Ég var ekki Hvað var nákvæmt? Varstu búin að bara Hann sagði nákvæmlega Bjartmar og Sagðirðu það? sagði ekki Helgi Það Björns. var alveg eins og ég sagði þetta. Þetta er Herðu, það er 2-1. Sko, það er bannað að svindla þessu. Já, Ég var niður í- Já, ég held að Steindi að svindla. Ég myndi ekki nenn að svindla. Ég sverða ég svindla ekki. Ok, þá er það næsta spurning. Egil, ég ætla að byrja þér núna. Staðan er 2-1 fyrir þér. Ef að Steindi mætti bara drekka 1 drykk ásamt vatni það sem eftir er, hvaða drykk myndi hann drekka? Sko, við þurfum að skópla öllum óafengu drykkum á borðinu strax yfir kvelli sko, þegar hann er það fyllibitta. Og sko, þetta er bara, þetta er 50-50, þetta er bjórið redd. Og málið með 50-50 bettin, ég ótti í rúleitinu og valið 50-50 bettin, það dettur ekki alltaf sko. Sko, ég held að sko, rauðvín. Hann sagði bjór. Yes! Ég spurði Egil að sömu spurningu, Steindi. Já. Hvað myndi Egil taka ásamt vatninu? Ég ætla að segja rauðvín. Það er rétt! Það er 2-2, herðu, ekki language hérna. Nei, ég var með dominating lead. Það er 2-2 fyrir Það úrslitin er rauðvín og klaka, hvað er það að brjóta í bjór og klakan? Nei, þú veist, bjórin er bara, maður fer ekki jafn ekki í raut og bjór. Bjór er svo þælu. Þú ætlaði sjálfur að segja bjór, Egil? Nei, það er bara, hann er, sko, buttan hans þykkist út af rauðvín og klukk. Nei, það er þetta hobby. Þá er þetta bjór og klakkar. Síðasta spurning, ég ætla að byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egil ef hann ætti að svissa penisnum fyrir einhvern annan líkanspart. Hverju myndi hann svissa? Sko, Egil hefur ekki áhuga á því að vera með penis in his face. Þannig að ég held að hann hafi ekki valið andliti. Hann Ekki nema að sé bara í stemmingu eitthvað störf. Já, hann stemningsmaður, sko. velur stað sem hann getur falið þetta svolítið. Sko, ég ætla að segja þetta er annarkvort hendur eða fætur. Ég meina þú út. Ég þarf svar, við skuldum auðlýsingar. Ég er harður núna. Þetta er tá og penis. Rámt. Ok, Hann sagði naflin. ok, sko. Nafli. Ég ætla að koma. Hvað minnur? Það er svo stutt á milli sá. Það myndi ekki muna það miklu. Nafli? Já, hvað er því? Ég nota nafnleginni, sko. Nei, þú notar hann ekki. Málega, sko. Þetta er ekkert svo vitlu svar, sérðu. Þetta er hérna svona stutt á milli. Ég er með skrítisvar. Ég er með skrítisvar. Spes, sko. Sko, ég held að, sko, Steindi elskar ekkert með lífin en penisinu, sko. Jésús, Og sko- þú veist að við erum í beinni útsendingu. Já, ég tala um, ég er ekkert vera illa, ég bara, þú veist, Jú, það er fullt sem hann elskar mér, en henni bara svara mér. penisinu það, skilju. Þú ert ekki að hugsa upp allt. Steindi hafi sagt hana, hann myndi ekki svissa honum fyrir neitt í lífinu. Jú, hann svissaði að þú verður svolítið að svara ykkur. Ok. Hvað ertu að tala um? Ertu alveg lukk? Ok, sko. Við erum með að spila útvast leik. Það verður að svissa. Já, ég heldur við bara harðneita. Hvað heldur þið að fannst ekki súkkulaði? Ég neita að sjá Ég heldur við bara verið reiður og sagt ég er ekki að svissa honum út. Já, það er ekki hann. Herru, komdu með svar. Tær. Það er rétt. Egil er sigurinn hann er 3. 4. vikum. Dominating lead. Það er að gerast í þessum lið. Þú er ekki unnið til nokkra Nei, þetta vikur. er mjög skrítið. Ég er að reykja þig. Við skuldum auglýsingar og skulum fara í þær. Jesus. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum ekki í beinni útsendingu núna því við erum í klefunum góða við Steindi. Já. Og það er ekkert ástæðalausu. Það verður, sko, það er 15 dagar hjá okkur í dag. Það verður það mikið að gera á morgun og að klára klefana. Já. Ég held að það sé bullandi stressi í gangi hjá okkur þegar þetta er spilað. Já, við erum að setja snúrur í samband og... Eða taka þær úr sambandi. Já, eða þú veist, já, þú ert svolítið í því og ég er að laga það bara eftir þig og Já, þú átt samt ekki
svona í öllugunni slettu, þú mátt ekki vera að taka neitt saman í kvöld, sko. Það er eitthvað rugglega. Það er bara tónleikar. Já, herðu, hérna, við ætlum, sko, það er búið að biðja mig oft að fara í hérna lið, við höfum ekki tekið hann lengi inn á Instagraminu, það er skellt á mig. Já. Og þá basically keppu við Steindi hvor okkar er sneggri að láta skella á sig í símtali. Já. Þetta er ekki flókin leikur, oftast, þetta er nú ekki heldur, þroskaðist í leikurinn eða dagskráliðurinn í F95 blöð. Já, bannaður að dónulegur og já, þú varst að tala um að þú vildi byrja, ertu búin að ákveða, viltu að ég hringi í fyrirtæki eða viltu ég hringi í mannesku? Ég hef notað fyrirtækin svolítið og það hefur ekki gengið vel. Nei, þú reyndir að hringi í tannlæknir einhvern veginn? Já, og það var bara, ég held að það væri besta plan í heimi því að hann er mjög busy. Já. En já, sko, ég myndi segja ég ætla að fara bara beint í mannsku. Ég man rétt að ég unnið síðustu 4 heimskipti. Þú ert ekkert eðlilega lélegur í þessu. Nei, ég ætla líka að koma sterkur inn og ég ætla að fara beint í mannsku. Og ég ætla að ná góðum tíma. Ok. Halló. Já, er þetta Guðmundur? Jú. Sæll og blessa, friss heiti ég og ætla að þú geti ekki hentir með smá auður, borga skuldina. Hvað segir þú? Friss heiti ég, þú voru að leggja hérna með kallið minn. Það er bara að koma að því. Time to pay. Ok. 190 kall. Hvað með það? Hendur ekki inn á mig? Halló? Guðmundur? 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 Hvað er í gangi? Hvað, settur þú bara síma frá þér og vasku upp, Guðmundur, eða hvað er í gangi? Halló? Halló? Anskotið drengur skert á. Það var svolítið 50 sekundur á því. Þú ert þá aðlélega stýrs. Ég minna, þú veist, hvað ég að gera þegar menn neita að skella á? 50 sek, þú ert ángríns. Þú ert að gleyma hvað slappir í þessu. En ef ykkur ringir þig og segir, herru, þetta er frissi hérna, og legðu þín á mig, myndur ekki skella bara strax á, myndur þú nenni þessu? Ég veit ekki, en ég veit allavega hvað ég ætla að gera. Það er ekki svona vola hjekkan maður. Að hjekka á línni. Ég er að spaka hvort ég er að fara í fyrirtæki. Ég heyrði það, hann var bara busy, hann var bara að hlusta útvarpið og... Já, þetta var bara óþægilegt á allan hátt. 40 mínútur. Ég taka tíma sjálfur hérna. Nei, treystirðu mér? Nei, ætla þú að taka hann? Já, jú. Ég er með klukkuna einn uppi. Ég finn líka alveg að þú fer að vera lengra en 50, sko. Design, kan jag säga? Kuku-pappa. Hallå? Hvernig er ég að tala? Er þetta í mér datt að í hug og þú ert svo mikið brandarakælling? Gúsi Get ég aðstæði? Hvað segir þau? Er það eitthvað illt í hálsinum með það? Nei. Varstu að spá í anda í síman eða? Nei. Ég veit ekki, heyrðu, já. Þetta næri ekki lengra. Fyrirgefðu. Þetta næri ekki lengra. Nei, þetta næri ekki lengra. Viltu tala um einhvern sérstakkan eða? Nei. Já. Nei. Takk aðeinslega fyrir mig. Já, verður góðið. Ok, bæ. Þú er ekki svo. Þetta var rúst. Nei, þetta var svo óþægilegt. Ég man núna okkur, ég var löngu hættur að nenni hérna. Mér liði bara illa. Þetta síndal var sem betur verið 50 dagar í dag því ég myndi ekki nenni upp á sviði ef ég verið að gera þetta á fösti. Nei, þetta er óþægilegasta síndal sem ég heirt á æðu minni. Nei, þetta var ekkit skömminni skára, sko. Já, sko, ég veit það ekki, sko. Nei, þetta var alveg sick. En málið er að þú varst líka í, sko, 1.20. Já, ég náttúrulega hætti bara. Og því að byrja að svitna bakinu og þetta var viðbyrð. Herðu, þannig að það er engin sigurveri.
Nú, Nei. ég vann á tíma Það þýr ekki að landa svona Báðir tapa þarna. Nei, þetta er rosalega skrítið með þig alltaf Þegar ég vinni, þá allt í nú tapa bara allir En þegar þú vinnur, þá vinnur þú Ég bara vann Ég var meira að segja að þessi liður í dag var ekki sigur fyrir leik. Nei, en Það var svona það sem ég meinti. En vissulega vannst þú keppnina. Er það ekki? Óskaði til hamingju með Já, það þýr ekki allt í nú vera bara þegar einhver annar vinnur bara, já, þetta töpuðu bara allir Þetta var ekki keppn, það var bara allt saman vond Líður er fyrst að sigur eftir hennar klefa. Já, en ég vann keppna Já, Ekki taka það að mér Við erum rúmlega 10 ára og við erum að gera betur útvarp en þetta. Já, þetta er náttúrulega ekki gott útvarp Nei, Þetta er hræðilegt. ég byrst afsökunar, kæru hlustendur, svona er þetta þegar það er mikið að gera. Það er alltaf miljón hjá okkur, þannig að Steindi til hamingju samt. Já, takk fyrir Ég ætla ekki að taka þig sigurinn. Já, þú reyndi það Ég bara skammast mín. í sigurinn Þetta var viðbjöður. Þetta var skellt á mig og í síðasta sinni góðan tíma held ég. Já, þetta er komið í pásu 595 blöð hér á FM 957 í beinni útsending frá höllinni 10 ára afmæli FM 995 blöð í kvöld. Ég held að það nú ekki farið fram hjá neinum sem hlustar á þennan blessaða útastátt okkar. Aron Kahn og Birnir, þeir verða báðir þetta Já, þeir búin með þetta að hlusta á þá. Þeir verða báðir hérna í kvöld og ég veit að það er verið að hlusta á þáttin hérna frammi í höllinni. Já. Og við hleypum inn held ég eftir hvað var að tala um. Í síðasta lagi 17:30 sem er 7 mínútur. Ok, geggjað. Þá kemur fólk hlaupandun á gólfið og King Richie er að gera sig klára. Já, hann fer á svið klukkan 6. Þannig að þá svona byrjar þetta af einhverju alvöru. En við ætlum að fara núna í spurningakeppni Gilsarans. Já. Og hvað var áttur? King of... Og það nú er game day hjá okkur. Já. Þetta er Já, 10 King years of eitthvað, já. King of peaking on game day. Þetta er sko Þetta snýst svolítið að ná að toppa þennan tíma bara í lífinu, hvort sem það sé íþróttir eða entertainment business eða vilt toppa á réttum tíma. Þú veist ekki að við höfum verið núna bara peaking í hádeginu Nei, þú veist ná að hámarki á hárréttum tíma. Þannig að við viljum byrja þetta. Hvernig líst þér á hana frábæra hádag? Var það hámark á hárréttum tíma? Nei, höll og hlið. Þetta er bara svona hvernig líst þér á daginn. Mér líst mjög vel á það. Já, það ekki? Já. Punktur og blöð. Það tengdist ekki neitt Nei, þetta er bara það er léttið. Það léttið með mér. Hann á ammali. Já, hann á ammali. Þetta er punktur. Veistu hvað? Að þú átt ammali, ég ætla ekki að bögga þig. Þú líst vel á það? Já. Sko, það er 1-1. Ég er með nætupessu Steindi og ef ég verð heppin í kvöld, ég veit að Rakel er kannski að hlusta, ég veit ekki hvort það sé einhver líkur á því ekki, hún stjórnaði svolítið, þá ætti ég að taka há höllin og hlið. Það er það ekki. Það er rosalegt. Ég læti vita á morgun. Og hérna sendu Steinda okkur Hún skilja. er ekki að hugsa að falla til minn núna ekki. Jú, þetta er bara stenni, hún er stenniskona. Já, það er horrið. Pissar oftar á game day? Já, svona 10.000 sinni meira. Já, ég maður gerir það. Það er svoleið? Já. Maður pissar alveg 5 sinnum bara síðasta hálftíman áður maður fyrir En sig. svo eftir áður frá svið, þá eftir að ég er ekki ígjað núna, þetta er bara svona svo þjóðatíð. Þetta er sama stress, ég er meira stressaður en núna heldur en fyrir þjóðatíð. Að ég eftir að labba svona fram og tilbaka, anda, pissa og bara svona vera að slá mig og eitthvað. Ég er að deyja úr stress. Maður hálfpartin leku svo. Þeir eru báðið þannig. Já. Já, þetta er Ég held að þetta sé alveg algengt sko. Já, ég meina að stressið er aðeins uppi. Ég meina þó þessi búin að gigga allt ykkar líf og þetta samt alveg full höll er ekki saman og venilegt gigg. Nei, ég sagði þetta í byrjun þáttar, ég held þetta sé bara eitt stærsti dagurinn ferlinu sko. Það er að 5.000 mann sé að koma hérna og tróðfylla höllina Man þykir rosalega vænt þetta gigg. Það er bara henni. Sammála því. Við viljum delivera. Ertu típa sem er geggjára æfingum á mánudegi en drulla svo á því á game day? Nei, ég myndi Þetta tala um þegar ég var í íþróttum. Já, þú veist, það er alltaf típur sem eru geggjára æfingum sem komið í leik, hæja sér. Eða eftir öfugt, lélur æfingum og góður game day. Ég er þannig, ég er auðvitað. Góður game day. Já. Ég sko Ég er bara fínn á æfingum. Ég æfi ekki neitt. Það var ekki sama hjá mér í körfubolta og fótbolta. Það er ekki neitt, sko. Í fótbolta var ég betri á æfingum heldur en í leikjum. En í körfu var ég betri á leikjum. Þú satt ekki shooter eins og Gilsar en það er það. Víst er ég shooter. Ég get pakka þér saman og á steindi. Ég mætti bara ekki vera með Þú þessu. ert góður að keira á körfuna og setja hann og svo laumónum minn. Setja hann skjaldi á niður. Þetta kallast layup. Já, sko, mála Góður í því. Blöð er svo íslensk. Já, Blöð gera það. Vá, takk fyrir hrósi. Ég sé góður í layupum. Já, hann fer hratt á körfunni og leiði upp Ef þú myndir, sko, ef þú sérð okkur tvo hlið við hlið, þú myndir svona vera að hugsa hvernig körfuboltaminn er þeir. Þetta er svolítið eins og Þá myndir fólk hugsa að annar þeir eru körfuboltamar og ekki hinn. Nei, Blöð er svolítið Stockton og ég er Karl Malone. Ok, 3-3, þetta er aldrei verið spennandi. Nærðu alltaf hámarki á hárréttum tíma? Nei, Nei. fljótsvara. Ég lendi í leiðilegum uppákomin. Já, ég skammast mér ekkert fyrir það. Steinþór? Já, það hafa allir gert það. Maður þurft að byrja stafsökunar. Ok. Það geta allir tímasettir bara upp á sekundu. Ég var átt að því þegar ég var ungur drengur að þá ofpeppaðist ég þegar það datt eitthvað inn, sko. Já, ég minn átti eitthvað söðokrokki, sko. Já, og hvað með það? Sko, það sé eitthvað að vera. Þegar þú, Rugglaður.
Herru, næstu spurningu. Sko, þegar þú vaknaðir og kósi í 5. degi, opnaði blaðið og sást að þetta öðru sæti yfir listamenni í tekjublaðinu, leiðir eins og væri the shit. Ég hef aldrei lendi í. Nú ertu að fara eitthvað rosalangt tilbaka. Herru, það er ekki að vera góðið en að því að Það er toppur en tíma. Já, ég átti gott ár þetta ár. Það hefur ekkert með að toppa réttu tíma að lesa fréttablaðið. Nei, hugsaður bara þú sást þetta, ok, ég er the shit. Nei, alls ekki. Hvað fór ekki um hausinn að... Ég get sagt þér að hann bara, ó nei, fuck og fannst ekki, hann senda á okkur. Herru, þau eru ekki að fara að grínast með þetta í þættunum á morgun. Varstu kvíðin yfir því? Já, mér fannst það leðilegt, ég virkinn alveg. Og ég, já, þetta var bara, þú veist, þetta var bara gott ár. Ég, leik náttúrulega í bíl. Ertu búin að gleyma að þú sendir í grúppun okkar, herru, ég og Steindi, ég mani þetta eins og þetta gest í gær. Við vorum að leiðin upp í flugvél, við vorum að fara skemmt á Akureyri. Þú settir í grúppun okkar, herru, ég verða að setja inn flöskuborðsmyndina núna, lífið leiki við þig. Og Steindi ætlaði ekki að fara upp í véluna fyrir að hann væri búin að heyri þér og bannaði að setja þetta á Twitter. Já, því að máli er ekki hægt að, þú veist, vélinn, þá get ég ekki heyrti þér að það er í flugvél, sko. Þetta er nema að segja free wifi í vélunni. Ég nefndi ekki að... Innanlandsflug? Nei, þetta er innanlandsflug, ég nefndi ekki að lenda og þú varst búin að... Þegar þú settir hreindir upp á vegginn heima hjá þér svo draft sjálfurinn cold blood leiðir eins og a real man þar og hugsaðir I have peaked in life. Þú ert alveg Það fyrir alltaf að vera erfiðar að vera hressina maður. Þetta er... Ég hef aldrei, hvorki dreipir hendinni að setja upp. Nei, og ég bara... Og mér hefur aldrei fundist, ef út í það er farið, þá hef ég aldrei hugsað, ok, I feel like a real man in life. Það er svo hugsun hefur bara ekki komið. Jú, stundum þegar ég grilla. Það er dauð að fara þeir núna að fá punkt. Ég hef aldrei hugsað, mér hefur alltaf fundist ég vera svona smá sýnisóta kallmanni og mér hefur aldrei liðið eins og ég væri a real man. Ég leigði daginn hérna á bílalegu Akureyrar og leigði ég hérna að van, svona sendibíl og tók og hendur allir dótuna og rosalega mikið dót sem þurfti að fara á sorpu. Þá leiði mig pín eins og real man og Rakel spurði mér svona, ertu eitthvað montið með það núna? Ég fann, nei, just another day at the office. Þá hún sá alveg bara á glottun á mér að mér fannst ég vera real man og vera hendur allir út í bíl og eitthvað. Já, ég tók það bara nýlega strákar og hugsaði bara, ég verð að reyna að komast skrefi nærði að vera real man. Og ég keypti mér bor og ég byrjaði að bora allavega upp sjálfur. Ég hringdi alltaf bara í pappa. Hvað borar þú? Bara myndir og hillur, setið upp sjálfur. En hérna... Ég held að hann bori bara í nefið á sig, sko. Já, það líka, sko. Ok, svo að 3-3, þetta er mjög spennandi. Þú hefði getið fengið punkt hana. Já, ég hef aldrei dreipið hreindýr og ég er ekki með hreindýr heima. Þú þarft að bara hætta með hreindýr. Hann búin að segja það svona 50 sinnum að ég held ég hef ekki séð. Það er ekki hreindýr heima. Ég held ég hef ekki séð, bara með beinum öll. Hvað er það að sjá? Það er stuð, ég er ekki mikið þar. Ok, á hvaða tímapunkti í lífuninu toppaður í hæfileikunum að reyna við gælur? 23 ára held ég. Pík, var það jór... Varstu þá að var blöður á topnu þá? En hvernig fæ ég stig? Hvað er réttur aldur? Já, verður eitthvað stendi sig. Nei, ég held að það hef verið bara hérna... Þú varst baðvörður? Já, þegar, já... Hvað varstu gamall og varst að verða sér baðvörður? Herru, það er enda góð spurning. Hvað varstu gamall í baðvörðin? Þetta er bara helviti góð spurning. Þau þurfum út í real. Hvað langt segja cirka? Hvernig byrjar með konunni? Varstu 30 baðvörður? Nei, ég er ekki að vera lögulegur en... Þú varst ekki, nei, 30. Ég er bara 37 ára. Já, varstu ekki fyrir 7 árum? Varstu 32 ára baðvörður? Hæ? Fyrir 5 ára? Nei, þátturinn er 10 ára, arsniðin. Herðu, ég veit þú að damal þetta. Við höfum bara að fara að loka þessu liði. Ok, herðu, þannig að síða spurningin. Ég hef ekki alveg sagt við þig. Ok, wow. Jesus Christ to the damn, to the devil, to the hell. Steinþór er að toppa sig í bettanum akkurat nú. Hefur gæla sagt við þig, ok, nú er hann að toppa sig í bettanum. Akkur segir ekki hans að hann, hvernig á einhver að segja þetta hann? Hann heitir ekki það. Hefur gæla sagt. Býttu hvað sá hann? Damn the devil to hell. Jesus Christ to the damn, to the devil, to the hell. Steinþór er að toppa sig í bettanum. Finnst það líklegt? Nei, bara, þú getur unnið. Hvernig á hann að fá Þú er king of peaking. Já, hvernig á hann? Segðu bara já. Segðu já. Erðu 3-3, þetta var að setja lag, Pétur. Þetta var bara jafntefli. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og það er búið opnin í höll. Fólk er að streyma þetta inn. Það er nokkur komið fremst strax. Það er frekar gott tempo að liða að streyma þetta inn. Fólk er að ná sér í Barrage. Já, Ritchie byrja sko, Rikki var að tilkynna okkur það. Við þurfum að hætta 10 mínútur í 6 í dag því miður. Já, fólk þarf að gefa okkur smá svigrum með það. Já, það verður eitthvað gott að hætta í restina því að hann þarf að pakka hér þessu saman áður hann fyrir á svið. Hann er með sitt sett sjálfur. En þá ætlum við bara að nýta tímandrengir og við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir. Eru tilbúnir? Insane facts. Já, ég ætla að leyfa fólki að læra þess þó að sé fíblaskapur í gangi. Það er alveg vel bara, þú veist. Það eru góð sko. Ég ætla að byrja fyrstum. Bjór er, skrítið ég myndi ekki bjór fyrstum. Bjór er 95% vatn, vissu það? Já, þú veist, ég vissi að það verði mikið vatn. Já.
En það er ágætt fyrir líkamann. Já, ég hef haldið það, ákveður maður svona þunnuna þessu og svo maður að deyja daginn eftir. Akkur verður maður svona þunnur? Þú drekka hálflítra bjór og mjög 700 millilitrum og þú komin í mínus sko. Það er smá. Já, minnar. Er maður það þegar maður að pissa svo mikið? En heldur að maður mýi meira magnið? Við þurfum að drekka vatn líka sko. Gæst sem að kemur fróðleikur frá The allir. doctors vilja meina það að þú þurrkist upp þó þú drekkir bjór alltaf daginn sko. Það þýðir Já, ég get bara staðfesta. Já, og verður að drekka vatn líka. Herru, næsta, þessi rosaleg, mörgæsir voru 170 cm fyrir 60 milljónum árum. Þú er bara að stærri en sveppi. Sveppi 1,69 held ég. Mörgjast. Það er rosalegt. Það er pure scary. Þannig voru þær fyrir 60 miljón árum. Hvað, hérna, það er rosalegt. Já, mér finnst þetta bara, ég fíla þessu. Mörgjast getur lamið sveppa bara eins og harðfisk í rauninni. Já, ég meina það væri bara fair fight í jafnstórar. En þú veist, það væri hættulegt að mæta mörgjast svona stóri, sko. Já, 1,70. Ég held að sé ekki djók núna, sko, þótt að sé nú bara svona 50 cm. Rosalegt, það myndi leynast einu ennþá. Það er ekki 50 cm. Er það stærri? The king penguin er sko, hún er þeir upp að högu sko. Er það? Já. Herru, páfagaukar lesa aftur á bak. Það er hægt að kenna páfagaukar lesa, en hann les aftur á bak. Það er heldur sérstætt. Já, ég veist ekki eins og það var hægt að kenna honum að lesa. Til að byrja með. Góð punktur. Svo er það næsta, Noregur er svo ríkt land að þeir getur gefið öllum borgurum sínum 26 milljónir á haus. Wow. Þeir myndi bara að selja hérna, land, sko. olíu, bara taka allan forðan. Þá er það 26 kúlur á haus. Það er til að Cold hard cash. Hvað ætla að sjá í Íslandi? 200 kall? Nei, við hefum líka nógu penningum sko. Já, en ekki Ásgeir náttúrulega seðlabakastöru var hjá okkur í dag. Já, nóg til að hún sko. Ég skil ekki alveg, þú veist, ef þú getur kent páfagauki, þetta gæti verið hrossaskýtur, ég veit það líka. En ef þú getur kent páfagauki að lesa aftur á bak. Nei, og kent honum að lesa, en hann lesa alltaf aftur á bak. Já, og hann talar og svona. Já. Hann er langt frá að vera með þeim klárustu kvikindunum. Ég meina, þú veist, eins og svín. Raven is the smartest of all birds. Rétt. Já, það er ekki svín gáfast að dýrið það. Men akkur getur ekki kent bara svín að keira þá? Að þú getur kent páfagauki að tala? Það er bara heldur góð spurning. En það er að halda þennan stýrið og það geta setið í sætinu og... Svín er ekki með putta sko. Nei, þú veist það sem að hjálpar okkur mannfólkinu er að vera með þumal. Já, það var hægt að græða á svín putta. Búið til alveg svínamann. Getur hann kert? Getur þú kent hana? Nei. Læsta, fólk sem að, já þessi hérna er rosaleg. Fólk sem posta myndum af sér í ræktinni í hverju viku eru narcissists eða sjálfstyrkendur samkvæmt rannsókn Brown háskólans. Closet selfies. Ég elska hann góða svona gym closet selfie. Ég nú sé helviti marga myndir af ykkur í gyminu sko. Ég tek ekki marga myndir af mér í gyminu. Það er nú heldur átt sem að postaði gym selfie. Já, en fullt af fólki sem gerir þetta. Já, ég menn mitt alltaf lagi, fólk er working really hard og komið í gott stand og vill taka mynd, ég töð ekki við því. Nei. En ef það er hverri viku, ok, þá er þetta líka rétt sko. Það stóð í hverju viku. Fólk gerir bara sem það vill. Já, auðvitað, ekki fyrir við að dæma það fyrir síðustu mennin til þess. Svo er það hérna, ríkar konur, já þetta fannst mér skemmtilegt og þegar ég fór að hugsa út í þetta, það var svolítið til í þessu. Ríkar konur drekka meira en konur sem eiga lítinn pening, en það er öfugt hjá karlmönnum. Það drekka menn sem eiga lítinn pening meira heldur en karlmenn sem eiga mikinn pening. Það er ekki fucked up shit. Þetta er stjórnstu staðrind. Já, ok, ég bara haldi að þetta væri öfugt. Nei, mér fannst þetta einmitt mega sens þegar ég heyrði þetta. Þegar sko þegar þú segir það sko, svona minni mestu fyllibittu vinnur þegar ekki 1 krónu sko. Þannig að þetta er líklega bara hárrétt. Já, og hinn sem eru ríkur þeir drekka minna. Það var það næsta. Árið 2013 var kona kærð fyrir tilraun til manndráps eftir að hafa sett eitur í píkun á sér og fengi eiginmanni sinn til þess að fara það niður. Hún fór... Það er frumlega leið fyrir að drepa ykkur. Frumlega, ég ætlaði að mynda að fara að segja, herðu, á hverju settur þetta ekki bara í drikkinans? Myndur þú fór að setja eitur í líkamann? Hún var ákveð að breyta þess til, sko. Já, hún var kærð fyrir tilraun til manndráps. Já, hún var reyna eitur fyrir... Hvers eitur var þetta? Havichi. Rottueitur? Já, það ekki. Þetta er mjög sérstætt, þetta getur verið horse manure. Þetta er poison alltaf. Svo eru hérna, það eru tvær eftir. Það eru jafnleikla líkur að deyja völdum byssu í Japan og það er að deyja eftir að hafa orðið fyrir eldingu í Bandaríkjunum. Þeir eru ekki byssuglæðir. Nei, þeir eru ekki byssuglæðir hann í Japan og í Bandaríkjunum. Japan er ekki með byssur. Nei, svo er það síðasta. Vísindamenn segja að það séu raunhæfir möguleikar að ferðast aftur í tíman. Þessi fannst með mögn. Hvað, through the black hole? Ég þeir bara segja það er raunhæfir möguleikar. Ég myndi ekki með að fara aftur í tíman. Ég vil til að fara áfram sko. Nei, hún myndi frekar fara aftur. Þetta er sko, þú ert ekki með síma, þú ert ekki farið í internet. Já, ég myndi ekki vilja stoppa lengi. Þú ert alltaf komið með hest. Já, ég er að kíkja á blöðurum. Best að hoppa á hest. Mér finnst þetta hljóma allt mjög vel sem þú veist að segja. Ég vil geta bara fara á síman, fara í Messenger, kíkta á grammið. Er það? Ég myndi frekar bara vilja fara á hesti. Ég er ekki að fara aftur í tíman. Ég myndi frekar fara aftur í tíman en fram í tíman. Já, mikið. Að gera hvað í anskotan? Það er bara séð myndir sem gerast in the 50s. Ég hugsa að það hefur verið besti tími til að vera live. Ég vil að fara 50 ár fram í tíman. Ég er sammála blöð, ég held að því 50s hafi verið alveg skeggjaður. En svo er þú veist, já, en þú veist
þetta eru pros and cons eins og með allt fattiði. En sko, tímavél. Hvað það sem var kjaftaði? Þetta gæti verið kjaftaði, sko, tímavél. Ég sko Segir það sé hægt í dag? Þú veist það er góður í þessu, það er engin sens að giska Það segja sé raunhæfur möguleiki að ferast aftur í tíma. Já, ok. Það er rosa. Hvað þessu var kjaftaði? Byrja þér Egill. Já, ég veist, ferðast aftur í tíman. Ferast aftur í tíman, hvað segir þú? Hvað var, ég man nú ekki allt hitt, sko, en Ég þarf svar frá þér. Já, þá ætlum ég að segja að það hafi verið mörgessundar. Nei, það var að Páagöggar, þeir lesa ekkert aftur og bak. Já, hvað þetta er rétt áður fyrir minni þetta. Það var vel gert hjá Blöð. Þakka fyrir það. Þetta voru sturlaða staðreyndir í dag. Við skuldum auglýsingar og höldum saman. Jam í kvöld, ég held að sé 100% þetta lag verið tekið í kvöld. Það er heldur líklegt. Sérstaklega fyrir afmælisbarnið, hann elskar þetta lag. Þetta er uppáhaldslagið hans Egils. Þannig að ég er spenntur fyrir þessu og Richard og já, nokkur atriði sem ég er mjög peppað fyrir. Herru, hvað er þetta með honum? Er Jackson tekinn? Ég veit það ekki. Já, málega, sko, Blöð, þegar maður spyr hann og svarar hann ekki. Já, svona það er detti game day, sko. Það er vel að fara og það er basically uppselt. Það er einhverju nokkru viðar eftir. Það er fólk komið þetta inn sko núna. Þá bara byrjar stressið ennþá meira. Ég veit vona að Blöð tekur Jackson. Það voru þetta besti afmælisdagur að það er að fara að gerast. En það strega, eins og við komum inn á ávan kæru hlustendur, þá verður það fyrir ekki okkur það að þetta er í fyrsta sinn sem við þurfum að hætta aðeins fyrr. Því að Rikki þarf að losa græðunar hérna. Hann er að fara að spila, hann er að fara að DJ-a sjálfur. Ég lakar til að sjá hann byrja að spila. Og fólk er bara að tínast inn. Fólk komið í stúkuna, fólk komið á gólfið. Herðu, til alla sem er að koma eftir, þá bara fólk má líka vita því að það er ekki neinn first sæti þar, þannig að þú bara getur farið upp í stúku, farið á gólfið, þú getur bara labbað Þú vilt hitlaður og farið upp í stúku, þú vilt farið á gólfið, farið á gólfið, mjög einfalt. Þetta er kósí og þægilegt og það eru barir bæði upp og niðri og bara allt upp á 10, það er tvöföld gæsla og allir bara í öruggum höndum. Þannig að þetta verður sturlað og fyrir ykkur sem er ekki á leiðinni í höllina þá við verðum hættir að töðum þessa blessuðu höll næsta föstudag og þá verður allt komið í normal. En við bara þökkum fyrir hlustun í dag, við verðum mættir í Blöðkastið á þriðjudaginn og ég er ofpeppast drengur. Og lappirnar á mér núna eru bara milljón. Nú ætla ég bara að fara að fá mér einn ískalda bjór eða eitthvað vegna. Já, þú átt afmælið, þú mátt gera það svona vilt og ég hef meðist að verið með þig þar sem ég segi að sé ekki lagi en þú ferðið samt þannig, ég veit ekki á hvort að spyrja okkur. Hefðu sagt nei? Nei, gaman að fá sem grænt. Já, það er alltaf grænt á afmælinu. Svo er náttúrulega bara góða helgi, kæru bara hlustendur, það er kosningar og það er Eurovision og þetta er risa helgi. Fínasta veður úti, sól og bara allt í gír. Það er nýða myrkur hérna hjá okkur. Hvort sem eru að koma hingað í kvöld eða ekki, bara góða skemmtun og góða helgi og hafa það sem allra best og við heyrumst á þriðjudaginn í Blöðkastinu, annars bara næsta föstudag, það verður fullu bátur og við í dúndrandi gír og afsækja ef við þurfum að hætta eins fyrir í dag. Takk fyrir hlustunina og hafið það gott helgina.